Já, ég held að 5 fyrirsætnir. Ég týndi eitthvað saman í gærkvöldi áður en að við mættum hérna í stúdíóið. Já, það er þetta einmitt. Einangrunin er bara til að brjóta fólk niður frétt á fréttablaðinu. Þetta er náttúrulega unnið upp úr skýrslu sem Amnesty var að gera alvarlegt ástand í löggæslumálum eða sem sagt refsivörslukerfinu hér á Íslandi. Þetta er Hrannar Fossberg, fangi á Litlahrauni. Hann var í ágúst í fyrra ákærður fyrir tilraun til manndráps og vopnalagabrot fyrir að hafa skotið 2 einstaklinga í febrúar í fyrra og sært þau. Hann situr í fangelsi eins og stendur og afplánar eftirstöðu dóm sem hann hlaut árið 2018. Hrannar var í einangrun í 17 daga í febrúar í fyrra fangelsinu á Hólmsheiði og meðan lögreglan rannsakaði í fyrra, meðan lögreglan rannsakaði brot hans. Hann var að jafnaði inn í einangrun í 23 klukkustundir á dag en átti svo að fá að fara út en vegna veðurs reyndist það þó erfitt. Fara aðeins niðar. Mannréttindasamtökin Amnesty International telja að einangrunarvist í gæsluvarðhaldi sé beitt óhóflega á Íslandi. Það sé þetta allt og mikið af henni, samkvæmt nýrri skýrslu samtakanna. Og þar segja þeir að alls 825 einstaklingar hafi verið vistaðir í einangrun á meðan þeir voru í gæsluvarðhaldi á tímabilinu 2012 til 2021 og af þeim voru 99 eða 12% lengur í einangrun en 15 daga. Og með því að beita einangrunarvist óhóflega telja samtökin að íslensk yfirvöld brjóti gegn samningi Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð. Og þetta er einmitt hann segir Hrannar þarna neðar, einangrunin er bara til að brjóta fólk niður. Í mínu tilfelli nýtti ég þann rétt til að tjá mig ekki neitt og lögreglan nýtti þá sinn rétt til að hafa hana lengri og lengri, til að skemma mig, segir Hrannar. Hann segir að það hefur alveg skýrt frá upphafi að hann hefði ekkert ætlað að tala. En þetta er mannskemmandi. Ef þú ert ekki með sterkan huga þá fer þetta illa með fólk. Ég þekki hennar Hrannar ekki neitt. Ég kannast við þetta mál. Hann er rosalegt. Hann mætti fyrir utan einhverja blokk og skaut á 2 manneskjur. Sem er mjög alvarlegt brot. Ég er ekkert að gera neitt lítið úr því. En ég tek hjartanlega undir með þeim sem að telja að einangrunarvist í gæsluvarðhaldi sé ofnotuð hér á landi. Ég þekki persónulega bara mjög góða vini sem að hafa rent í margfalt lengri einangrun heldur en þessi Hrannar sem að var þó að plaffa niður fólk. Þeir voru teknir fyrir fíkniefnainnflutning og ég man ekki hvað var langt en það var margfalt lengra en þetta. Það voru einhverjir mánuður í einangrun og þetta er ekkert grín. Þetta er bara svaðaleg pynting. Já, ég held að engin einangrun sé eitthvað að hugsa sinn gang og ákveðast að bara breyta, þetta bara hefur öfug áhrif ef einhver er og skemmir menn En hugmyndin þarna er greinilega láta það vera einangrun þangað til þú bugast og bara ég skal viðurkenna allt og það er bara ekki lögmæt aðferð til þess að leysa glæpamál. Það er ekki, þú hefur ekki heimild til þess að pynta menn til frásagna og þetta er pynting til frásagna, það er bara þannig. Og samtök eins og Amnesty International eru bara að hugsa um það mannréttindi allra, líka sakamanna. Þó þú sért sakaður alvarlegt brot þá hefur þú samt þín réttindi og við getum ekki liðið það að yfirvöld hér heimili pyntingar. Eins og ég segi, einangrunarvist er ekkit annað en pynting. Þessir 15 dagar sem talaður þarna er bara peanuts með það sem gengur og gerist í þessum efnum. Ég veit það sjálfur frá fyrstu hendi að þess að ég þekki menn sem hafa verið í langri einangrun og ég tek bara innilega undir þetta. Þetta er eitthvað sem við þurfum að ég satt að áður, ég styð lögregluna, ég styð það að þessi haldið upp í lög og reglu í landinu, ég styð það að glæpamenn þurfi að svara til saka, þeir verða að fá réttláta málsmeðferð og þeir þurfa þá síðan þeir geta fengið refsingu, ef svo má segja, ég sé ekki hlindur refsingu, menn þeir þurfa að taka út sinn dóm að honum uppkveðnum, en þú tekur ekki út refsingu áður en að þú hefur verið, sekt þín hefur verið sönnuð og þetta er að sjálfsögðu bara refsing að setja menn inn í einangrun og þú getur ekki rannsóknarlögreglan getur ekki ein og sér ákveðið að refsa einum með einum. Það verður að kveða það upp með úrskurði dómstóla. Það var það sem ég vildi segja um þessa frétt.